Hann er komin að þremur, hver er tilfinningin? Bara mjög góð. Þetta er það sem okkur mistókst að gera í fyrra, að koma hingað og stela einum og það er þetta að vera komið það strax og þú þurfum bara að fara heim og spila okkar leik og bara halda þess áfram. Bara upplifun að spila hann leik, hvernig lýsir þú sér? Ég meina þetta er náttúrulega svolítið, ég meina maður mæti þetta inn klukkutíma fyrir leik og ég meina það er að kíkja á tralla, húsið er fullt og ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa þetta er einstakt og bara geggjað. Bara tíð tilfinning, finnur þú bara fyrir eitthvað svona öðruvísi tilfinningu heldur fyrir árið síðan? Já, mér finnst við bara vera, mér finnst við vera á góða stað bara núna. Mjög skemmt að mæta hingað og ná einum sigri. Já, ég veit ekki alveg tilfinningin, hún er örugglega betri að ég meina við byrjum á sigri. En já, ég er bara fyrst og fremst ánægður með hvernig við komum inn í þennan leik og hlakka til að mæta á Krókinn á þriðjudaginn. Þeir eru að horfa á leiki og séu ert að hósta, ertu 100% heill eða? Já, ég er 100% heill. Smá hósti, það er ekki til að kvarta yfir. Akkurat. Hvernig var tilfinningin alveg undir loki þegar þú situr á bekknum og þeir eru að koma tilbaka? Það var óþægilegt. Ég meina, já, þeir voru líka komið tilbaka en ég var hann inn á þannig að ég meina, það er nú ekki það en þetta var óþægilegt. Ég meina, við vorum ekki að gera vel sóknarlega í lokin og þetta er eitthvað sem við getum lagað fyrir næsta leik. Að lokum bara við hverju býst í næsta leik? Bara enda á þriðstæðri stemningu, tveim góðum liðum og bara við á tánum. Takk fyrir.